Þá koma öðru liðadagskrá, lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarbæ, endurskoðun, fyrri umræða og ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls þegar hann búinn að setja upp grímuna. Það veit ekki hvort maður taka gleraugunar eða þessi grímuna. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér komið til umræðu ný lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarbæ. Sú sem nú í gildi frá árinu 2009 og því má segja að sé kannski komið tími til að endurskoða hennar. Samkvæmt lögum lögreglusamþykktir nr. 36/1988 sveitarfélögum heimilt að setja sér lögreglusamþykkt. Í 3. grein laganna kveðið á hvað skal vera í lögreglusamþykkt, en þar segir með leyfi forseta: Í lögreglusamþykkt skal, eftir því sem þurfa þykir, kveða á það sem varðar allsherjarreglu, svo sem a. reglu og velsæmi á og við almannafæri, allt sem lýtur að því að draga úr hættu og óþægindum, greiða fyrir umferð og tryggja öryggi fólks, friðun og vernd mannvirkja og opinna svæða, hvernig stuðla má að góðri umgengni og hreinlæti á almannafæri. b. Opnunar- og lokunartíma veitingastaða, skemmtanahald og hvernig skemmtunum og öðrum samkomum skuli markaður tími. C. Verslun og aðra atvinnu á almannafæri, að leyfi þurfi til þess að hafa á tilteknum stað sölu, leigu eða afgreiðslu ökutækja, að leyfi þurfi til þess að reka skemmti eða leiktæki gegn borgun. Og d. Meðferð dýra til þess að varna því að tjón hljótist af því þegar skepnur ganga lausar eða eru í vanhirðu. Þá skuli í lögreglusamþykkt vera ákvæði það hvernig greiða skuli þau útgjöld sem hin ýmsu ákvæði hennar hafa í för með sér. Ráðherra hefur síðan sett reglugerð lögreglusamþykkt nr. 1127/2007 sem nokkurs konar fyrirmyndarsamþykkt. Bæjarlögmaður hefur haft umsjón með breytingum á lögreglusamþykkt og leitað umsagna hjá starfsmönnum skipulagssviðs, umhverfis- og mannvirkjasviðs, velferðarsviðs, heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra og lögreglustjórans Norðurlandi eystra. Helstu breytingar fyrir utan orðalagsbreytingar og breytingar á heiti nýrra laga eða reglna eru eftirfarandi með leyfi forseta. Í 4. grein kveðið á að heimilt að raska næturró með sorphreinsun frá klukkan 6 að morgni, en áður hafi það bara átt við snjómokstur eða þá frá klukkan 5. Í 2. málsgrein 10. greinar bætt við heitum og ökutækjum sem óheimilt að gista á almannafæri, en þar bætt við fellihýsum og öðrum ökutækjum sem útbúin eru til gistingar. Í 3. málsgrein 11. greinar nýtt ákvæði verklag við beiðnir tímabundna lokun gatna fyrir umferð, þar sem kveðið á samráð við lögreglu og slökkvilið. Í 4. málsgrein 19. greinar hnykkt á því að bann við að leggja vörubifreiðum sem eru 5 tonn að leyfðri heildarþyngd eða meira og fólksflutningabifreiðum sem flytja með 10 farþega eða fleiri gildi einnig í íbúagötum. Í 20. grein vísað til heimildar heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra fyrir hönd Akureyrarbæjar að fjarlægja skráningarskyldu ökutæki án skráningarmerkja, þá frestuð til vörslu styttur í 30 daga úr 45 dögum. Í 3. til 6. málsgrein 22. greinar eru ný ákvæði sem eiga rót að rekja til Fólkvanga, Glerárdals og Krossnesborga og varða meðal annars bann við akstri vélknúinna ökutækja, en þar segir annars með leyfi forseta: bannað að aka vélknúnum ökutækjum utan vega innan marka Fólkvangs á Glerárdal. Heimilt þó að aka vélknúnum ökutækjum á snæviþakinni og frosinni jörð, svo fremi ekki skapist hætta á náttúruspjöllum. Þá segir í sömu grein að umferð loftfæra óheimil, það fjarstýrð loftför og þyrlur Fólkvangana. Þá eru ákvæði undanþágur og ákvæði þyrlulendingar innan lögsagnarumdæmis Akureyrarbæjar. Í 27. grein búið að taka út ákvæði hvenær heimilt að hafa veitingastæði opna með vísan til laga helgidagafrið, nr. 37/1997. En lögin heita nú lög frið vegna helgihalds og hafa ekki lengur að geyma slík ákvæði. Í 28. grein að finna nýtt ákvæði unglingadansleki. Í 4. málsgrein 31. greinar síðan nýtt ákvæði þess efnis að rekstur hrossa sé einungis heimilaður í bæjarlandinu samkvæmt sérstökum reglum sem hestamannafélagið Léttir setur með samþykki Akureyrarbæjar og regluna skuli auglýsa sérstaklega.
Þessi endurskoðun á lögreglusamþykkt hófst árið 2018 ætla ég að segja, en var frestað meðal annars vegna vinnu á innleiðingu persónuverndarlöggjafar. Vorið 2018 þegar flest breytingarákvæði voru komin inn í drög að lögreglusamþykkt voru drög að breytingum auglýst og bæjarbúum gert að kleift að gera athugasemdir. 4 athugasemdir báru sem tekið hefur verið tillit til. Samkvæmt 4. grein laga lögreglusamþykkt semur sveitarstjórn frumvarp til lögreglusamþykktar og sendi dómsmálaráðuneytinu til staðfestingar. Samanber og 1. tölulið 1. málsgreinar 110. greinar sveitarstjórnarlaga. Þar sem segir að dómsmálaráðherra hefur eftirlit við staðfestingu reglna sveitarfélaga hafi ráðherra verið falið það hlutverk. Ráðherra sendi lögreglusamþykkt síðan til birtingar í stjórnartíðindum. Þar sem ráðherra staðfesti samþykktirnar þarf bæjarstjórn að hafa 2 umræður í bæjarstjórn með að minnstakosti 1 viku millibili samþykktirnar. Og samþykktin sem sagt hér til fyrri umræðu nú. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórnfundarins. Takk fyrir það og orðið laust. Það sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að vísa þessu til annarra umræðu í bæjarstjórn gefur merki. Það 11, takk fyrir það.